Okay, hann pröfa bara. Okay. Okay. Þetta kirkjan. Og svo þetta, ég þarf að læra betur á þessa vel. Nú ég að taka móti. Ég í Budapest og það bara mjög gott sko. Mjög gott. Mjög gott. Núna ég að reyna að átta mig á því. Ég var að kaupa þessa myndavél og allt svoleiðis. Og bara svona að prófa að taka svona upp og mér vantar svona akkurat svona litla myndavél og ég mæli með því að fólk þeir sem að blogga að nota svona litla út af því að maður getur gripið þetta bara og látið þetta bara í vasan líka og farið út og ekkert mál sko. Ég keypti þessa í Budapest í Ungverjalandi og hún kostaði ekki nema bara skít á prikið sko. Þannig að þetta bara mjög góð kaup og ég mjög sáttur. Hérna eitthvað minnisvarði sem fyrir aftan mig og já, ég bara að labba hérna í Buda og já, eftir að leyfa ykkur að fylgjast meira með út af því að ég á eftir að klippa núna öll vídeóin og gera þau ennþá skemmtilegri. Svona lífið á Budapest. Þetta lífið og tilveran. Svona labbar maður upp svo. Þetta allt svona, það svona undirgöng svona yfir veginn, þannig að maður þarf ekkert að óttast að vera fyrir einhverjum bíl. Þannig að þetta mjög áhugavert hérna í Ungverjalandi. Og já, þetta bara allt mjög fallegt. Maður verður að fá sér kebab. Oh yeah, þú veist, sjáðu þetta. Þetta gourmet dauðans. Ég ætla að fá mér sko kebab í Ungverjalandi.
Já, góðan daginn. Já, mér líður bara hreint út sagt rosalega vel hérna í Budapest og þetta er bara, já, æði. Hún fær alveg mjög góðar einkunnir. En já, ég skal segja ykkur, svona að fínkemba svona staði sem ég hef ekkert nennt að skoða þannig hef keyrt framhjá eða eitthvað svoleiðis og nú ákvað ég að gista í Budapest þannig að það er mörg ár síðan ég var á þessum slóðum sko. En ég er búinn að vera að skoða þinghúsið, svo keyrði ég náttúrulega bara yfir brúna og búinn að labba og þetta er bara mjög skemmtilegt. Og svo er eiginlega líka þjóðarétturinn ég myndi segja að það væri gúllasúpa eða eitthvað svoleiðis. En það er rosalega gott sko, ég smakkaði það og þetta er bara eins og bara íslensk kjötsúpa en bara þessi er svona bara aðeins öðruvísi. Þannig að já, ég mæli með því að þið smakkið þessa gúllasúpu hérna í Budapest sko. Þetta er svona sérstakt sko. Jæja, þá aftur, ég var búinn að vera að gera blogg og svo bara var óvart myndavélin bara óvart ekki stillt rétt. Já, Budapest er bara æðisleg borg og mæli með að þið skoðið hana og skoðið hana brýrnar og þinghúsið og allt. Ég er bara akkurat í West End, þar sem verslunarmiðstöðin er og á Hilton hótelinu þar og já, mér líður bara vel hérna. Þetta er svona mjög skemmtileg borg til að gista og vera allan svona 2-3 nætur hérna sko. Mæli alveg eindregið og ég mæli eindregið með því að þið smakki líka gúllasúpuna. Hún er eiginlega svona eins og bara kjötsúpa, þú veist. Ég elska svona gulrætur og allt þetta. Þetta er svona þjóðaréttur þeirra held ég sko. En já, ég mæli eindregið með að skoða Budapest. Svona er Budapest. Shooting stars, you're holding heaven in your arms. Have you ever been so loud? Have you ever walked on air? Felt like you were dreaming when you never. Þetta bara með því fallegasta hérna í Budapest og útsýnið alveg meiri háttar. Svo tröppurnar alveg hérna niður. Þú veist. Budapest í allri sinni mynd. Þetta er mjög fallegt sko.
Budapest í dag. Ok, nú ég að fara að finna mér góðan veitingastað hérna í Budapest og það alveg svona 30 stiga hiti hérna. Þannig ég bara tala mjög lágt sko því að það svo margir Íslendingar hérna. Þannig ég bara í rólegheitum og ætla að fá mér ungverskan mat. Mjög fallegt það. Þannig að geta neita því sko. Það alveg yndislegur staður, sjá þetta. Þú veist, þetta ekki bara þó að ég sem myndalegur þá kirkjan og allt þetta. Allir bara sjá hópinn hérna. Myndi ég nenn að vera í þessum hóp? Ó nei. Alveg. Ég myndi ekki nenn að því sko. Ég svo mikið fyrir að vera bara sjálfstæður og vil bara fara að njóta mig sjálfu sko. Þetta bara geggjaðslega flott. Og ég bara segi bara við sjáumst aftur, ég hef bara núna að fara að fá mér að borða, ég búin að sjá veitingastað. Jæja, núna ég hérna í Budapest og sestur og bara að njóta sko. Ég nefnilega á besta stað í Budapest, Kastala hverfið bara. Og þetta svona allt verndað eins og sjáið þá og ég á Hilton hótelinu sem líka á fornminjaskrá hérna. Þannig að ég mjög vel staðsettur og með besta útsýni sem hægt að fá og já, ég get ekki haft það betra, þú veist. Það ekki hægt að kvarta yfir lífinu hér. Þetta alveg bara dásamlegt sko og yndislegur staður og hérna mæli eindregið með þessu stað. Lífið bara einu sinni og meina á maður ekki að njóta. Ég ætla að labba meira og fara að sýna ykkur meira og ég ætla að sýna ykkur loungeinn og ég ætla að sýna ykkur herbergið mitt og útsýnið og allt þetta, þannig að það verður margt meira spennandi. Ok, þetta hér baðherbergið og hérna ég þetta og hérna þetta allt bara mjög flott sko. Þessi flís þetta flottar, mjög svo. Og svo hérna, þú veist, og ég get ekki fengið betra útsýni en þetta. Þetta bara geðveikt. Þetta lonesome. Good evening. Ok, nú ég að fara að taka þennan bíl. Skipta, var úr svörtum og út af því að þessi hér bíl mátti ekki fara til Ungverjalands. Það eitthvað, þessi bíl, ég tók hann á leigu frá Sviss og
Það bara einhverjar reglur að það megi ekki, þú veist, að þessi bíll mátti bara ekki fara. Þannig að núna ég bara ógeðslega þreyttur og latur og hálfruglaður. Já, rýmunu eitthvað. Weird for me, and I mean, I don't know what to say. In person, I just like, bury my head in your armpit, which weirdly smells good, and your hair and fucking teeth. Like, why the fuck would I want to lick your teeth? But I do, and then remember the news to the right, like 15 minutes onto the best thing in the entire world. So, maybe I can just get past this shit, and I just can get used to someone, giving a fuck. I mean, I'm sorry I called you a creep, and that thing about the vomit. I mean, look. Okay, þetta herbergið mitt. Hilton herbergið. Og það baðkar hérna. Og klósett. Og hérna ég. Ok, þetta bara mjög flott. Spegill. Og hilla. Og bara, þetta bara mjög flott herbergi. Þetta svíta reyndar. Það mjög flott hérna útsýni hérna. Sem bara dásamlegt. Þarna sundlaugin. Mér hlakka til. Oh my god. Já, þetta bara geggjað. Ok, þetta Autobahnkirkja. Hérna getur við fengið með sæti. Tekið myndir af þessu öllu saman. Hérna búin að setja kerti. Og hérna heilög biblía. Og hérna vatn. Svona. Byrja svona. Æ, þetta oj, bara. Kónguleg. Það var gert eitthvað 1990. Svona þetta. Þetta bara, já, fallegt. Þetta göngugrindin minn. Það svona þarf maður að nota þegar maður eldist. Núna, þetta hér, nú ég stattur þar sem, þar sem Arnarhreiðri í Þýskalandi. Þar sem maður var með, vænir útsýni alveg yfir, þetta geðveikt útsýni.
Jæja, hæ. Og já, ég er bara búinn að vera rosalega svona bara núllstilltur í dag og rosalega afslappaður og er bara ekki með neinn heila sem er bara ágætt því að þá er ekki neitt að flækjast fyrir og bara, já, maður hugsar eiginlega ekki neitt og svo allt í einu koma svona pælingar alveg þegar maður er svona í afslöppun og í fríi alveg bara hvað maður hefur það gott og allt svona sko og maður svona einhvern veginn svona maður svona fer í svona sjálfskoðun og ég þekki ekkert annað en bara ég er ógeðslega mikill svona dekudós og svolítið svona frekja og drama og bara allur þessi pakki eiginlega má segja það að mér finnst einhvern veginn samt einhvern veginn svo mikilvægt einhvern veginn að fólk viti svona mörkin á því hvernig þú veist út af því að lífið er einhvern veginn svona ég veit það ekki, ég er að bulla bara einhverja vitleysu út af því að vantar heilan og þá fer maður að allt hérna bara hugsa út í einhverja svona hluti sem maður bara allt hérna hefur aldrei pælt í eins og bara hvað ég er heppinn bara hvað ég er bara heppinn með lífið mitt og bara heppinn að eiga fáa en góða að út af því að maður hefur margbrennt sig á því að eiga ekki sanna, trausta vini sko og mér finnst einhvern veginn sko mér finnst eiginlega bara einhvern veginn sko núna að það skiptir mig engu máli sko neitt svona í lífinu nema það að njóta og lifa í núinu og vera þakklátur fyrir þennan dag og bara vera þakklátur bara fyrir bara þú veist ég get andað og svona já ég heldur svona þú veist þegar maður er búinn að vera bara í svona fríi sko að þá núllstilli ég mig alveg og ég er þú veist ég er til dæmis ekkert búinn að vera í tölvunni í 2 vikur sko en hins vegar er ég búinn að nota símann þannig að þú veist ég er að taka myndir og posta og ég er stundum á live og allt svona sko en til dæmis núna á ég eftir að klippa þetta vídeó út af því að þetta verður í blogginu eða vlogginu bara yfir allt ferðalagið þannig að þetta er svona einn dagur af mínu lífi sem ég er að uppgötva það að lífið er yndislegt og bara maður getur bara ekki beðið meira að bara ég get ekki kvartað þannig að já þetta er bara þú veist ég elska ykkur